Ítalía. Nafnið eitt og sér skapar í huga okkar myndir af mjúkum hæðum, sólríkum vínekrum og fornum rústum sem hvísla sögur af fyrir dýrð. Ítalía ekki bara staður, hún veisla fyrir skinnfæri. Það ilmurinn af nýbökuðu brauði í bakaríinu, dýrindisbragðið af ríkulegu pasta með ilmandi kryddjurtum og útsýnið yfir stórfenglegt landslag baðað í gildu ljósi. Fegurð Ítalíu liggur í fjölbreytileika hennar. Þetta land þar sem fornsaga blandast óaðfinnanlega við nútíma orku, þar sem list og menning eru djúpt rótgróin í daglegu lífi. Hvort sem þú ert að skoða Colosseum, að sötra espresso á íðandi torki eða njóta Rolex kvöldverðar undir stjörnunum, mun sjarmi Ítalíu ánefa heilla þig. Þetta fallega land býður ferðamenn velkomna og lofar ógleymanlegri upplifun. Frá snævi þöktum ölpunum til sólríkra stranda Sikileyjar býður Ítalía upp á ótal landslag, hvert með sin einstaka sjarma. Förum í ferðalag til að uppgötva töfra Ítalíu, kanna ríka sögu hennar, lífandi menningu og stórkostlega matargerð. Ítalía með sitt sérstaka stígvélaform teygir sig langt suður í Evrópu. Þetta land með ótrúlega fjölbreytni, allt frá stórum fjöllum og frjósumum dölum til fallegra strandlengja. Í norðri mynda Alpafjöllin stórkostlegt bakgrunn fyrir falleg vötn eins og Como og Garda. Þetta eins og að vera í íslensku fjalllendi, en með ítalskri snertingu. Þessi stóru fjöll víkja svo smám saman fyrir mildum hæðum Toskana, sem eru þekktar fyrir vínekrur og ólífutré sem teikja sig eins langt og augarnær. Í suðri breytist landslagið í klettafulla strandlengjur, prítar fallum sjávarþorpum og fornum rústum. Róm, eilífa borgin, lífandi vitnisburður ríka sögu Ítalíu. Fornar rústir eins og Colosseum og Pantheon flytja gesti aftur til gullalda Rómaveldis, eins og alvöru tímavél. Flórens, fæðingarstaður endurreisnarinnar, mun heilla þeim með listrænum fjársjóðum sínum, eins og Davíð eftir Michelangelo og fæðingu Venusar eftir Botticelli, alvöru veisla fyrir augun. Feneyjar, borgin á Síkjum, mun heilla þeim með romantískri stemningu og einstakri byggingarlist, eins og þú sért komin inn í ævintýri. Frá Rialto brúnni til Markúsartorgsins virðist Feneyjar vera borg sem svífur á vatninu, eins og hún sé að dansa á öldunum. Ítalía eins og risastórt útisafn, þar sem hver stein víslaði sögur af ríkri og fjölbreyttri fortíð sinni. Frá hinum fornu etrúskum og Rómaveldi í gegnum endurreisnartíman, allt til sameiningar Ítalíu, hefur þetta land orðið vitni að uppgangi og falli margra heimsvelda og skilur eftir sig arfleifð sem mótar sjálfsmynd þess enn í dag. Róm, sem eitt sinn var hjarta víðáttumikils heimsveldis, fjársjóður fornaldarundra. Colosseum, þetta dýrlega hringleikahús sem eitt sinn hýsti skylmingar bardaga, tákn rómverska verkfræði. Pantheon, með glæsilegri velfingu sinni vitnisburður byggingar listarlega snilt Rómverja. Pompeii, frossið í tíma eldgosi Vesúviusar árið 1793, gefur okkur spennandi innsýn í líf fornra Rómverja. Velvarðveita rústir, allt frá húsum og verslunum til leikhús og mustera, opna heillandi glugga inn í fortíðina. Fyrir utan Róm Ítalía full af sögulegum fjársjóðum. Skakki-turnin í Pisa, byggingarlistarmeistaraverk, orðið varanlegt tákn landsins. Forna borgin Pompeii sem var frossin í tíma vegna eldgoss Vesúviusar, gefur okkur ógleymanlega innsýn í fortíðina. Þessir sögulegu fjársjóðir ekki bara minjar fortíðar, þeir eru óljúfanlegur hluti af ítalskri sjálfsmynd og stöðug áminning ríkan arf landsins. Hluti 4, listræn arfur, meistaralistar og byggingarlistar. Ítalía og list, þau fettust hvort fyrir annað. Frá endurreisnartímanum til barokkarinnar, Ítalía var vakka nýra listræna hugmynda í margar aldir. Borgirnar eru eins og útisöfn, fullar af listaverkum sem veit okkur innblástur og koma okkur á óvart enn í dag. Flórens, fæðingarstaður endurreisnarinnar, heimili nokkurra frægustu listaverka heims. Davíð eftir Michelangelo, meistaraverk sem fagnar fegurð mannslíkamanns, tákn endurreisnartímans. Fæðing Venusar eftir Botticelli með draumkenndri fegurð sinni felur í sér hugsjónir endurreisnartímans. Róm geymir líka jafn áhrifamikið safna listrænum fjársjóðum. Freskunar hans Michelangelo í Sixtínsku kapellunni sem sína snilli hans gera gesti orðlausa. Vatikanasöfnin, stórt safna list og fornum grípum, taka þau í ferðalag listasöguna. Feneyjar, með sínu einstaka andrumslofti, hafa veitt listamönnum innblástur í margar aldir.
Málverk Canaletto fanga sjávarheitla borgarinnar á meðan hvernig Titian notaði liti og ljós gaf nýtt líf í feneyska list. Ítölsk byggingarlist líka stórkostleg. Frá glæsileika kolossumsins til tignarlegrar fegurðar domkirkjunar í Florence, Duomo, byggingarlistarlega arfleifð Ítalíu vitnisburður listræna snilli þessa lands. Og nú skulum við tala samhljóm tónlistarinnar, hljóð Ítalíu. Tónlist stór hluti af ítalskri menningu og fletuð inn í daglegt líf þeirra. Allt frá stórbrotnum óperusöng og til líflegra þjóðlagatóna, þá hefur Ítalía ríka og fjölbreytta tónlistarhefð. Óperan með sína dramatísku sögur og kröftugur raddir fættist á Ítalíu. Verdi og Puccini, tveir af stærstu óperutónskáldum, bjuggu til meistaraverk sem enn heitla áhorfendur allan heim. La Scala í Milano, eitt frægasta óperuhús í heimi, staður þar sem óperuunnendur koma saman. En ítölsk tónlist miklu meira en bara ópera. Hefðbundin þjóðlagatónlist frá mismunandi svæðum landsins gefur okkur innsýn í sál Ítalíu. Tarantella, orkumikil dans frá Suður Ítalíu, þekktur fyrir hraða og trommutakt. Nútíma ítölsk tónlist nær í dag yfir margar tegundir, frá poppi og rocki til jazz og rafrænar tónlistar. Listamenn eins og Eros Ramazzotti, Laura Pausini og Andrea Bocelli hafa náð heimsfrægð og sýnt heiminum fjölbreytni og hæfileika ítalskar tónlistar. Hvort sem það tilfinningalegur kraftur óperunnar, grípandi laglínur þjóðlaga tónlistarinnar eða nýstarleg tjáning nútíma listamanna, þá heldur ítölsk tónlist áfram að heitla og hvetja áhorfendur allan heim. Sjötta sena, heitlandi landslag Ítalíu. Fjölbreytt og fallegt landslag Ítalíu algjör augnægindi sem býður upp á fallega blöndu af náttúrufegur sem heitlar okkur. Frá mjúkum hæðum Toskana, skreitum vínekrum og ólífutrjám til dramatískra kletta Amalfi strandlengjunar hefur hvert svæði sinn sérstaka sjarma. Ímyndið ykkur græna og frjósama dal í Umbríu, sem ofta kallað græna hjarta Ítalíu, þar sem gróskumiklir skógar og kyrrlát vötn skapa athvarf frá ís og þís hversdagsins. Hér ilmar loftið af villiblómum og mjúkt suð býflugna fyllir sumarloftið. Nú skulum við halda norður til hina tignarlegu Dolomita sem á heimsminjaskrá UNESCO, þar sem hrjúfir tindar rísa upp til himins og snævi þaktir hryggir þeirra standa skýrir gegn heiðbláum himni. Á veturna breytast þessi fjöll í paradís fyrir skíðamenn og snjóbrettamenn og á sumrin bjóða þau upp á ótal gönguleiðir fyrir göngufólk og náttúruunnendur. Ítalskar eyjar bera inn í vitni fegurð náttúrunnar. Sardinia, með óspiltum ströndum sínum og kristaltæru vatni, býður ykkur að sóla ykkur í Miðjarðarhafssólinni, á meðan Sikiley, stærsta eyja Miðjarðarhafsins, sýnir fjölbreytt landslag frá virkum eldfjöllum til frjósamra sletta. Jafnvel borgir eins og Róm og Florence staðsettar í landslagi sem virðist hafa verið tekið úr málverki. Garðarnir og almenningsgarðarnir á þessum borgarsvæðum bjóða upp á fríðsælt athvarf, þar sem þú getur notið fegurðar náttúrunnar innan stórfenglegan sögulegan arkitektúr Ítalíu. Landslag Ítalíu ekki bara bakgrunnur, heldur lífandi hluti af menningu og arfleif landsins. Það hafa veitt listamönnum, skáldum og draumóramönnum innblástur og bjóða upp á innsýn í heim, þar sem náttúra og mannkyn lífa saman í fullkomnu samræmi. Hvort sem þú að ganga vínekrur Toskana, að skoða hrjúfa strandlengju Cinque Terre eða að njóta sólsetturs yfir Feneyjalóninu, þetta ítalska landslag mun skilja eftir djúp spor í hjarta ykkar og láta ykkur langa til að koma aftur og aftur. Ítalía. Þetta heitlandi land heimili nokkurra frægustu ferðamannastaða í heimi. Við skulum kíkja á Róm, þar sem sagan lifnar við á hverju horni. Colosseum. Þetta forna hringleikahús segir okkur frá valdi Rómaveldis. Og Vatíkanið með sinni glæsilegu Péturskirkju og Sixtínsku kapellu tekur okkur í andlega ferð list og trú. Næst förum við til Florence, vakka endurreisnarinnar. Þar sýna glæsileg domkirkjan og Uffizi-safnið verk eftir meistara eins og Michelangelo, Leonardo da Vinci og Botticelli. Gakktu yfir Ponte Vecchio, þessa gömlu steinhúðuðu brú, fulla af skattgripaverslunum. Og söktu þeir niður í ríka listræna sögu borgarinnar. Í Feneyjum, borg Sikjana.
Rendu þeir á rólegum vatninu í gondola og dáðstu af fallegum framblíðum gömlu höllana. Markúsatorgið með sinni stórfenglegu basilíku og klukkuturni býður upp á fullkomið umhverfi fyrir rólega göngu eða síðdegiskaffi. Haltu suður til Amalfi strandarinnar. Þar sem fallegir bæir eins og Positano og Ravello loða við klettana og bjóða upp á stórkostlegt útsýni yfir Miðjarðarhafið, lífandi litir húsana, ilmur sítrónana og tart vatnska mynd sem postkort í verðu. Napoli, fæðingarstaður pítsunnar, býður matgæðinga að smakka ekta ítalska matargerð. Á meðan þú skoðar sögulega götur hennar og nálæga rústir Pompeii sem voru frosnar í tíma af eldgosi Vesúviusar. Milano, skoðar tísku höfuðborg Ítalíu, heillar með blöndu sinni af gömlu og nýju. Glæsilega dómkirkjan í Milano, fræga La Scala og glæsilega Galleria Vittorio Emanuele II sína menningarlegan og listrænan styrk borgarinnar. Og loks, ævintýrið þitt við rólegar strendur Como Vats, þar sem heitlandi þorp eins og Bellagio og Varenna bjóða upp á rólegt athvarf innan fegurð ítölsku vatnanna. Allir þessir staðir með sínum einstaka sjarma og aðdráttarafl gera Ítalíu að ómissandi áfangastað. Hvort sem þú ert áhugamaður sögu, list, góðan mat eða stórkostlegt landslag, Ítalía lofar ógleymanlegri upplifun sem láta þig vilja snúa aftur og aftur. Ríksaga Ítalíu samofin borgum hennar og landslagi og segir heitlandi sögu sem spannar þúsundir ára. Við skulum byrja ferð okkar í Róm, eilífu borginni þar sem fornar rústir eins og rómverska torgið og Pantheon þögulvitni mikilvæga rómverska keisaradæmisins. Hver stein og súla segir sögu pólitískar flækjur, byggingar listarlega undur og menningarlega þróun. Næst skulum við fara til hinnar fornu Pompeii sem var fryst í tíma vegna hræðilegs eldgoss Vesúviusar árið 79 ekra. Það áminning mát náttúrunnar eins og góðsagnakenndi Curupira sem verndar skóga okkar. Að ganga ótrúlega velvarðveittar götur hennar gefur einstaka innsýn í daglegt líf rómverskar borgar, frá íðandi mörkuðum til luxus einbýlishúsa með glæsilegum freskum. Í Flórens, fæðingarstað endurreisnarinnar, lifnar fortíðin við í verkum stórmeistara eins og Michelangelo. Davíðsmynd hans tákn listræna fullkomnun og möguleika mannsins. Þetta eins og snilli Aleijadinho sem með höndum sínum skapaði verk sem segja sögu okkar. Sögulegur miðbær borgarinnar sem á heimsminjaskrá UNESCO lífandi safn, þar sem bygging og torg endurspeglar framfarir þessa byltingarkennda tímabils. Feneyjar, með sínum kröftugu síkjum og gotneskum höllum, gefa innsýn í sjóveldið sem eitt sinn reið yfir verslun Miðjarðarhafsins. Höll Dogans, með sínum glæsilegu sölum og hinni frægu brú Andvarpanna, vitnar mát og fegurð Feneyja á gullöld hennar. Lengra suður, á Sikiley, fornu grísku hófin í Agrigento, stórkostleg vitnisburður klassíska arfleið eyjarinnar. Dalur hófanna, með velvarðveitum dórískum byggingum, býður upp á djúpa tengingu við forna heiminn. Í hjarta Toskana heillar miðalda Siena með varðveitri gotneskri byggingarlist og hinni frægu Piazza del Campo, þar sem spennandi hestakapphlaupið Palio hefur verið haldið í aldir. Þetta eins og okkar eigin júníhátíðir, fullar af lífi og hefðum. Sögulegur miðbær borgarinnar, einig á heimsminjaskrá UNESCO, býður þeir að sökkva þeir niður í fortíðina og finna púls miðalda lífsins. Og að lokum, múrborgin Lucca, með endurreisnarvekkjum sínum og hellulögðum götum, býður upp á rólega innsýn í fortíðina. Hér getur þú gengið eða jólað á trjáklættum borgarmúrum, notið víðáttumikils útsýnis yfir borgina og nærliggjandi Toskana landslag. Allir þessir staðir leggja sitt af mörkum með einstakri sögulegri þýðingu sinni til ríkrar vefnaðar ítalskar arfleifar. Þegar þú uppgötvar þessa staði, afhjúpar þú ekki aðeins mikilvæga fortíðarinnar, heldur öðlast þú einig djúpan skilning á varanlegri arfleið ítalskar sögu. Hæl, velkomin í þetta myndband dásamlegar hefðir Ítalíu. Ítalía fallegt land með mjög fjölbreytt landslag og mjög gamla sögu. En það sem gerir hana sérstakari þær mörgu og fjölbreyttu hefðir sem þú finnur allt land. Í norðri finnur þú tignarlegu Alpana,
Þar hafa menn sína eigin síði og alpahátíðir. Til dæmis í Trentino Alto Adige þar sem fallegir jólamarkaðir eru haldnir. Ímynduð þeir bara trébásar fullir af handgerðum jólaskráti, heitu víni og ljúffengum kræsingum og jólakórar syngja alls staðar. Þetta er eins og að ganga inn í töfrandi vetrarland. Og nú skulum við fara í miðja Ítalíu til Toskana. Þekkirðu þetta svæði með öldóttum hæðum sínum? Auk fegurðar sinnar er Toskana einnig þekkt fyrir vínframleiðslu. Hér er haldin stór hátíð sem heitir Vendemmia, sem þýðir vínberjauppskera. Allir tína vínber saman og byrja síðan að framleiða nokkur af bestu vínum heims. Og auðvitað er maturinn þar einfallega frábær. Þú finnur rétti eins og ribollita, sem er ljúffeng grænmetisúpa, og bistecca alla fiorentina, sem er risastór nautasteik. Sannur gleði toskanskra matargerðar felst í einföldum en samt fágaðum hráefnum. Og nú skulum við halda áfram ferð okkar suður til Puglia, þaðan sem kemur mjög líflegur dans sem heitir Tarantella. Þetta er mjög hraður og taktföstur þjóðdans sem þróaðist fyrir löngu síðan. Fólk spilar tambúrínur og harmonikur og allir dansa saman. Þetta er dásamleg hátíð lífsins og samfélagsins. Puglia er einnig þekkt fyrir fyndnu húsin sín, sem kallast trulli. Þau eru byggð úr steini og hafa keilulagalögum. Þau eru sannarlega einstök. Síðan ferðumst við til Sikileyjar, stærstu eyju Miðjarðarhafsins. Á Sikiley sjáum við blöndu af menningu og það endurspeglast greinilega í hefðum hennar. Eina stóru hátíðunum hér er Festa di Sant'Agata í Catania. Þúsundir manna bera styttu Sant'Agata göttunar. Þetta er dásamleg hátíð og sikileysk matargerð er einfallega frábær. Þú verður að prófa arancini, sem eru djúpsteiktar hrísgrjónakúlur, og cannoli, stökkar deigrúllur fylltar með sætu kremi. Að lokum skulum við fara til Feneyja á Veneto-svæðinu. Feneyjar eru mjög frægar fyrir karnivalið sitt. Þetta er hefð sem nær aftur til miðalda. Á karnivalinu klæðast allir grímum og faltum búningum. Það eru grímuböll, skrúðgöngur og ýmsar sýningar alls staðar. Þetta er eins og ganga inn í ævintýri. Eins og þú séð hefur hvert horn Ítalíu sínar eigin hefðir og síði. Þessar hefðir ganga í erfðir frá kynslóð til kynslóðar, frá ömmum og öfum til foreldra og frá foreldrum til barna. Og það sem gerir Ítalíu svo sérstaka. Ef þú ferðast Ítalíu og upplifir þessar hefðir, verður þú sannarlega hluti á einhverju stóru og sögulegu. Þú verður hluti á sögu Ítalíu. Ítalía er ekki bara land ríkt af hefðum og sögu. Peninga- og stjórnsýslukerfi þeirra er líka vel skipulagt, sem tryggir að landið virki vel. Við skulum skoða grundvallaratriði ítalska gjaldmiðilsins og hvernig stjórnsýslukerfi þeirra virkar. Fyrst gjaldmiðillinn. Ítalía er meðlimur í Evrópusambandinu og notar, eins og mörg önnur ESB-lönd, evruna. Evran en tákn hennar er euro skiptist í 100 cent. Þú finnur mynt í 1, 2, 5, 20 og 50 centum og einnig í 1 og 2 evrum. Og seðlanir eru í 5, 20, 50, 100, 200 og 500 evrum. Evran er ekki bara gjaldmiðil. Hún er tákn samþættingu Ítalíu í stærra evrópska samfélagi. Nú skulum við tala stjórnsýslukerfi. Ítalía er fulltrúalýðræði með þingræði. Það þýðir að forseti lýðveldisins er þjóðhöfðingi, en forsætisráðherra er ríkisstjórnarleiðtogi. Forsetinn er kjörinn af kjörmannaráði og situr í 7 ár. Forsetinn skipar forsætisráðherra sem þarf að fá traust þingsins til að stjórna. Ítalska þingið er tvíþingakerfi og samanstendur af 2 deildum, fulltrúadeildinni og öldungadeildinni. Fulltrúadeildin hefur 630 meðlimi en öldungadeildin hefur 315 kjörna meðlimi. Báðar deildir bera ábyrgð á löggjöf og vinna náið með ríkisstjórninni til að tryggja að landið virki vel. Ítalía skiptist í 7 svæði og hvert svæði hefur sína eigin svæðistjórn. Þessi svæði hafa ákveðna sjálfræði, sérstaklega á sviðum eins og heilbrigðismálum, menntun og samgöngum. Svæðin skiptast enn frekar í héruð og sveitarfélag og hvert þeirra hefur sína eigin staðbundna stjórnsýslu. Þetta marglaga kerfi tryggir skilvirka stjórnun og skjót viðbrögð við staðbundnum málum. Í stuttu máli, ítalski gjaldmiðillinn, evran, tengir landið við stærra evrópska hagkerfið, á meðan vel skipulagt stjórnsýslukerfi tryggir skilvirka stjórnun frá landsvísu niður á staðbundið stig. Að skilja þessa þætti hjálpar okkur að meta metarni Ítalía virkar sem nútímalegt land, sem samræmir ríka sögu sína við nútíma stjórnsýslu.
Takk fyrir að vera með okkur í þessari ferð peninga og stjórnsýslukerfi Ítalíu. Ekki gleyma líka við gerast afskrifandi og smetla bjölluna fyrir fleiri helli upplýsingar Ítalíu. Halló allir. Í dag ætlum við að fara í spennandi ferðalag og kafa ofan í hjarta ítölsku þjóðarinnar og lífshátta þeirra. Búið ykkur undir að uppgötva ríka menningu, hefðir og lífsgleði sem gerir Ítalíu að svo sérstökum stað. Byrjum. Ítalska þjóðin, Ítalir, þekkt fyrir hlýju sína, gestrisni og ást á lífinu. Ítalía land þar sem fjölskylda og samfélag eru í miðju daglegs lífs. Ítalir elska að eyða tíma með ástvinum sínum, deila máltíðum og fagna hefðum saman. Hvort sem það fjölskyldu hádegismatur á sunnudegi eða lífleg þorpshátíð, þá eru þessar stundir dýrmætar og mynda burðarás ítalska samfélagsins. Annar áberandi eiginleiki Ítala ástríða þeirra fyrir góðum mat. Ítalsk matargerð ekki bara matur, hún listform og lífstíl. Allt frá íðandi mörkuðum með ferskum vörum til notalegra trattoria sem bjóða upp á staðbundna serretti, matur ómissandi hluti af ítalskri menningu. Ítalir eru líka þekktir fyrir glæsilegan tískuskilning sinn. Tíska mikilvægur þáttur í ítalskum lífstíl og borgir eins og Milano eru alþjóðlegar tískumiðstöðvar. Fólk á götum Ítalíu klæðist oft glæsilega en þægilega. Annar mikilvægur þáttur í ítalsku lífi hugmyndin dolce vita, eða ljúfa lífið. Þessi heimspekki snýst að njóta lífsins, hvort sem það rólegur kaffibollur á svölunum, göngutúr heillandi götur, eða einfallega dásta fegurðinni í kring. Á landsbygðinni blómstra hefðbundin handverk og listir. Allt frá vingerð í Toskana til ólífuoljuframleiðslu í Puglia, þessar fornuvenjur dafna og sendar áfram frá kynslóð til kynslóðar. Trúarbrögð gegna mikilvæg hlutverki í lífi margra Ítala. Meiri hluti íbúana kaþólskur og trúarhátíðir og helgiathafnir ómissandi hluti af menningarlandslaginu. Viðburðir eins og páskar og jól haldnir með miklum eldmóði og líflegleika sem sameinar samfélag í gleði og sátt. Á þéttbýlisvæðum tileinka Ítalir sér nútíman en halda samt tengslum við rætur sínar. Borgir eins og Róm, Flórens og Feneyjar líflegar miðstöðvar þar sem fornsaga og nútímalíf blandast saman í sátt. Í stuttu máli, ítalska þjóðin einstök blanda af hefð og nútíma, alltaf með snerta glæsileika og djúpri virðingu fyrir lífsgleðinni. Lífsháttur þeirra vitnisburður varanlegan sjarma og lífskraft Ítalíu. Takk fyrir að vera með okkur í þessari ferð til að uppgötva líf ítalsku þjóðarinnar. Ekki gleyma líka við, gerast áskrifandi að rásinni okkar og kveikja á tilkynningabjöllunni til að fá fleiri heillandi upplýsingar Ítalíu. Þegar við höldum áfram ferð okkar Ítalíu, skulum við nú kafa ofan í heim algengra starfsgreina og samgöngumáta sem móta lífið í þessu líflega landi. Efnahagur Ítalíu ótrúlega fjölbreyttur, með fjölda starfsgreina sem endurspegla ríka sögu landsins og nútíma þróun. Í dreifbýli hefðbundnar starfsgreinar eins og landbúnaður, vingerð og ólífuoljuframleiðsla mjög mikilvægar. Toskana til dæmis fræg fyrir frjósama vínikrur sínar sem framleiða suma bestu vínum heims. Ímyndaðu þeir ljúffengan Chianti, fullkomin með pasta. Og Puglia þekkt fyrir hágæða ólífuolju sína sem ómissandi hráefni í ítalskri matargerð, jafn mikilvæg og hrísgrjón og bænir fyrir okkur. Í þéttbýli starfsmöguleikarnir fjölbreyttari. Ítalía heimili fjölda lítilla og meðalstóra fyrirtækja, sérstaklega í tísku, framleiðslu og hönnunargeiranum. Milano, stundum kölluð tískuhöfuðborg heimsins, hýsir marga hönnuði, klæðskera og tískuhús. Þetta eins og Rio de Janeiro fyrir karnival, en fyrir hátískuna. Á hinn bógin borgir eins og Torino og Bologna frægar fyrir bíla og vilirkeðina sinn, með stórum fyrirtækjum eins og Fiat djúpt rótgrónum á svæðinu. Ferðaþjónusta mikilvægur geiri sem veitir mörgum Ítölum vinnu. Með fjölda sögulegra og listræna staða og náttúrufegurðar laðar Ítalía að sér milljónir ferðamanna á hverju ári. Þessi geiri býður upp á fjölbreytt úrval starfa, frá ferðamannaleiðsögumönnum og hótelstarfsmönnum til handverksmanna og veitingamanna, sem allir leggja sitt af mörkum til líflegs ferðaþjónustuhagkerfis. Og nú skulum við tala aðeins samgöngur. Ítalía hefur yfirgripsmikið og skilvirkt samgöngukerfi sem tengir borgir, bæ og dreifbýli. Lestakerfið sem rekið af Trenitalia og Italo á skilið sérstaka athygli.
Háhraðalestir eins og Frecciarossa og Italo tengja helstu borgir eins og Róm, Milano, Florence og Napoli sem gerir ferðalög fljótleg og þægileg eins og hraðlestin okkar en með ítalskum hreim. Í þéttbýli eru almenningssamgöngur mikið notaðar. Borgir eins og Róm og Milano hafa víðtækt neðanjarðar lestakerfi og strætóar og sporvagnar eru algengir í smærri borgum og bæjum. Fyrir þá sem kjósa að keyra bjóða vel þróaðir hraðbrautir Ítalíu, Autostrade, upp á frábæran valkost fyrir bílferðir. Hins vegar mikilvægt að hafa í huga að umferð í stórborgum getur verið nokkuð mikil og bílastæði eru oft áskorun, rétt eins og í São Paulo. Reiðhjól eru eini vinsæl samgöngumáti, sérstaklega í borgum með viðeigandi innviði. Borgir eins og Bologna og Ferrara hafa margar hjólreiðabrautir og hjólaleigu-þjónustu sem gerir það auðvelt að ferðast á 2 hjólum eins og í Rio de Janeiro. Fyrir langferðir bjóða helstu flugvellir Ítalíu, eins og Fiumicino í Róm og Malpensa í Milano, upp á fjölda alþjóðlegra og innanlandsfluga sem tengja Ítalíu við umheiminn. Í stuttumáli eru starfsgreinar og samgöngumátar á Ítalíu jafn fjölbreyttir og áhugaverðir og landið sjálft. Frá hefðbundnum landbúnaði til hátísku, frá háhraðalestum til reiðhjóla, allir þessir þættir gegna mikilvægu hlutverki í daglegu lífi Ítala. Takk fyrir að vera með okkur í þessari könnun á algengum starfsgreinum og samgöngumátum á Ítalíu. Ekki gleyma að líka við gerast áskrifandi og virkja bjölluna fyrir fleiri heillandi upplýsingar Ítalíu. Ítalía ekki bara fjársjóður sögu, listar og menningar, hún líka heimili ótrúlegs dýralífs. Förum í ferðalagum hin ýmsu svæði Ítalíu og kynnumst nokkrum einstökum skepnum sem búa í þessu dásamlega landi. Við byrjum í tignarlegu Ölpunum, þar sem Alpafífillinn með sín stórfenglegu bógadregnu horn klifrar fimlega upp grýtt og hrjúft landslagið. Þessi glæsilegu fjalladýr sjást ofta á beit í bröttum hlíðum, sannarlega áhrifamikil sjón fyrir göngufólk og náttúruunendur. Í Apennínafjöllunum finnum við hinn fáláta Appennínaúlf. Þessi sjaldgæfa undirtegund úlfa reikar þytta skóga og tákn óspillta náttúru Ítalíu. Verndunarviðleitni hefur hjálpað til við að fjölga þeim, breika en þeir eru enn vernduð tegund. Næst skoðum við votlendi Pódalsins, þar sem evrópska tjarnaskjaldbakan sólar sig. Það sannkölluð ánægja að fylgjast með þessum litlu vatnaskjaldbökum í mörkum ám og vötnum svæðisins. Í miðjarðarhafsrunum Sardiníu reikar Sardiníu hjörturinn, undirtegund rauðhjarðar, frjálslega Þessi eyjategund minni og dekkri en frændur hennar á meginlandinu og fullkomla aðlöguð að einstöku umhverfi eyjarinnar. Strandvötn Ítalíu íða af sjávarlífi, þar á meðal miðjarðarhafsmunselurinn, sem í útrýmingarhættu. Þessir selir sem finnast í tærum vötnum í kringum Sikiley og Sardíníu eru sjaldgæf og dýrmæt sjón og verndunarviðleitni í gangi til að vernda minnkandi stofn þeirra. Í skógum Kalabríu Breaktimu býr ítalski kampsalamandran með bjarta appelsínugula kvíðinn og óreglulega kampinn í vötnum og lækjum svæðisins. Þetta froskdýr lífandi vitnisburður ríkan líffræðilegan fjöldileika Ítalíu. Og að lokum gleymum ekki himninum. Ítalski spörfuglinn, einstök blendingstegund sem landlæg á Ítalíu, Breiðan finnst bæði í dreifbýli og þéttbýli. Glaðvært tíst hans kunnuglegt hljóð og bætir sjarma við ítalska landslagið. Frá hæstu tindum Alpanna til rólegra vatna strandlengjunar Ítalía athvarf fyrir óteljandi dýrategundir. Þessar skepnur, hver og einstök í sínu umhverfi, stuðla ríkri náttúrufegurð Ítalíu. Takk fyrir að vera með okkur í þessari ferð einstakt dýralíf Ítalíu. Ekki gleyma líka við gerast áskrifandi og virkja tilkynningabjölluna. Break time fyrir meiri heillandi upplýsingar Ítalíu.